Takk kærlega fyrir það. Nú skilst mér að fundurinn sé tekin upp, þannig að ég tala hérna í mikrofón og þið heyrið í mér þá í gegnum hátalarann, ekki satt, þannig að mér hætti til að tala hátt, þannig að ég vona ég æri ykkur ekki, það fer í gegnum mikrofónin. Ég heiti Jón Geir Pétursson og skrifstofustjóri skrifstofu landgæða í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og vil bara þakka í upphafi fyrir það tækifæri að fá að koma hingað til ykkar úr Hrafnaþing og fá að fjalla heimsþing IUCN friðlýst svæði sem ég hafði tækifæri til þess að sækja seinni partinn á síðastliðnu ári. Þetta eru þing sem eru haldin á 10 ára fresti og ég ætla hér í dag að fara í gegnum svona helstu þau mál sem að þarna voru til umfjöllunar. Þau voru reyndar mjög mörg, þannig ég mun ekki geta klárað það algjörlega á þessum 20 mínútum til hálftíma sem ég hef hérna. Þannig ég ætla svona að skoða svolítið stóru myndinu eða leggja það upp og vonandi líka getum við haft þetta svolítið á því formi að við líka spyrjum og spjöllum og ræðum svona eins þessa hluti fram og tilbaka. Það eru auðvitað málið mér skylt að því lítið til að málefni þjóðgarða og friðlýstra svæða eru nánast uppstöðnu til á könnu skrifstofu landgæða í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, þannig að þetta eru málefni sem eru mikið í deiglunni hér hjá okkur á Íslandi og þess vegna er mikilvægt að við fylgjumst vel með straumum og stefnum á þessum vettvangi. Ég ætlaði sem sagt svona rétt kannski aðeins fyrst í upphafi að nefna fyrir það vísu kannski margir inni þekkja það að alþjóðlegu samtökin IUCN eru sá aðili sem stendur fyrir þessum þingum og IUCN að mörgu leyti mjög sérstök félagasamtök að þessu leyti til að þetta eru einhver stærstu öflugustu umhverfisverndarsamtök sem til eru í heiminum sem starfa á heimsvísu og voru stofnuð árið 1948, eru gamalgróin öflug samtök. Aðild að IUCN eiga yfir 1000 aðilar, bæði eru það ríkisstjórnir, stofnanir, félagasamtök og fleiri slíkir aðilar og Íslenska ríkið meðal annars félagi í IUCN og eins starfa einhver staðar stærðargráðunni 10–11.000 vísindamenn og sérfræðingar frá minnst 160 löndum að ýmsum þáttum sem lúta starfi IUCN. Sömuleiðis hafa samtökin einhver staðar í kringum 1000 starfsmenn sem starfa bæði á aðalstöðum þeirra sem eru í Gland í Sviss eða á einhverjum öðrum stöðum vítt og breytt í heiminum og mér skilst að starfsstöðvar IUCN sé einhver staðar í kringum 60 talsins en margar þær eru tengdar einhverjum verkefnum ekki síst í kringum þjóðgarða og friðlýst svæði meðal annars í mörgum löndum í þriðja heiminum. Og þessi samtök hafa haft alveg gífurlega mikil áhrif á stefnumótun og framkvæmd náttúruverndarmála í mjög breiðu samhengi í mjög langan tíma og kannski sérstaklega auðvitað nefna áhrif þeirra hvað varðar friðlýst svæði og málefni þeirra. Þannig að þetta eru gamalgróin samtök og þau eru það öflug að stundum í raun og veru þeim blandað saman við þessar alþjóðlegu opinberu stofnanir eins og til dæmis umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna sem eru miklu yngri fyrirbæri. Þannig að það er mikið afl sem býr í þessum samtökum og það eru þau sem eru ábyrg fyrir þessu þingi sem ég ætlaði að fjalla hérna. Heimsþing friðlýst svæði hefur verið haldið svona nokkuð reglulega síðan árið 1962, það bil á 10 ára fresti og var sem sagt núna í vetur fyrir áramót haldið í Sydney í Ástralíu og það sóttu 6.000 þáttakendur frá 170 löndum, þannig að þetta er ansi stór samkoma. Og af því að þetta er á forsendum samtakanna IUCN þá er þetta fólk með afskaplega fjölbreytilegan bakgrunn. Þetta er öðruvísi heldur en þessar stóru alþjóðlegu Sameinuðu þjóðaráðstefnur umhverfismál þar sem að kannski í forgrunni mikið fulltrúar þjóðríkjanna. En þarna er fjölbreyttur hópur og þarna voru sem sagt bæði hópur þjóðarleiðtoga, það voru þarna held ég 20 ráðherrar ef ég man rétt og svo embættismenn, sérfræðingar, fulltrúar atvinnulífs og fulltrúar fyrir ýmsu frjálsu félagasamtökum. Og síðasta þingið var semst haldið 2003 í Suður Afríku. Og svona aðeins þetta þing, þetta er að mörgu leyti mjög mikilvægur vettvangur fyrir alls konar samræmingu, einhvers konar brú eins og brúin í Sydney sýnir hérna ágætlega. Þar sem að ótalmargir aðilar, bæði frá félögum, stofnunum og öðrum slíkum aðilum sem að einhvers konar tengingar hafa við náttúruverndarmál og ekki síst að friðlýst svæði, þjóðgarða eða önnur slík,
koma saman og í raun og veru stilla á ákveðinn hátt saman strengi undir þessu mikla afli sem býr í samtökunum IUCN. IUCN semst þessi aðili sem skipuleggur heldur þingið og þetta þing hefur orðið svona megin viðburður af því að það hefur hlaupið á þessum 10 ára syklusum, það hefur orðið megin viðburður í stefnumótun fjölda mörg mál og málefni friðlýstra svæða í dálítið víðu samhengi. Þetta þing núna, kemur svo betur að því hvað þetta nákvæmlega var, þetta sett upp sem sagt vikulangt þing og grunnfyrirkomulag þess, það byggði í raun og veru á svona, þess sem við getum sagt, 4 meginstoðum. Það voru valin og forunnið með 8 megin þemu sem gengur svona eins og rauður þráður í gegnum þingið allt þar sem að fjöldamörgir viðburðir voru skipulagðir í kring. Það voru fastar svona svokallaðir sem var kallað paviljons, þar sem ákveðin málefni voru til umræðu í gegnum þingið allt. Það voru málefni eins og til dæmis málefni verndarsvæða í hafinu, fjármögnun friðlýstra svæða, rekstur friðlýstra svæða, stjórnkerfi friðlýstra svæða, svo dæmi sé tekið. Síðan eru á þessum þingum reglulegar sessjónir þar sem allir þátttakendur koma saman á einn vettvang í almennu umræðu og svo ótalmargir hliðarfundir og sérviðburðir sem að snerust alla stóru og smáa hluti sem að tengjast friðlýstum svæðum. Aðeins að nefna líka að þessir hlutir eru hins vegar ekki óskyldir þessum alþjóðlegu skuldbindingum þjóðríkja. Og ég vildi bara nefna það hér að tímasetningin á þessum fundi líka hugsuð út frá þeim skuldbindingum sem að ríki hafa undirgengist á vettvangi samningsins líffræðilegan fjölbreytileika, þar sem meðal annars hafa verið dregin fram þessi svokölluðu Aichi-viðmið og eitt þeirra viðmiða sem að ríki hafa skuldbindið sig til þess að fylgja númer 11 sem að tengist beint friðlýstum svæðum. Sem hljómar þannig að þar skuldbinda lönd sig til þess að vinna að því að 17% af þurrlendi og 10% af hafsvæðum innan efnahagslögsögu skulu falla undir einhvers konar friðlýsingu fyrir árið 2020 og eitt af markmiðum þessa þings var að taka í raun og veru stöðun á því hvernig gengi að nálgast þetta 2020 markmið sem að kemur svo aðeins betur í ljós og eftir þannig að það svona spilar og vegur þar heilmikið inn í þá umræðu. Þetta þing líka vettvangur, það ekki bara þessi samræming og stefnumörkun, það líka notað af ótalmörgum aðilum sem vettvangur fyrir alls konar útgáfu og framsetningu á skýrslum og tölulegum viðmiðum og öðru slíku og ég vildi bara nefna svona sem dæmi 4 mál sem að voru kynnt og formlega sett á dagskrá þarna þessu þingi. Það annars vegar það sem farið að koma núna reglulega út sem svona stöðuskýrsla sem kölluð Protected Planet þar sem að Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna vinnur fram mjög greinargóða skýrslu stöðu og þróun friðlýstra svæða í heiminum fyrir öll lönd og hvernig í raun og veru hvar þau mál eru stödd í tíma og rúmi. Þannig að skýrslan fyrir 2014 var kynnt þarna og fékk mikla athygli. Í öðru lagi þá var gefin út þarna sem ekki áður hefur verið gefin út skýrsla yfir stöðu náttúrusvæða á heimsminjalistanum sem var unnin í sameiningu af UNESCO og IUCN sem að reyndar dregur fram þá mynd að mjög stór hluti náttúrusvæða á heimsminjaskráni bara í nokkuð góðu lagi. Það eru helst svæði sem eru í löndum sem eru í einhvers konar uppnámi, stríðsátökum með einhver slíku þar sem þessi svæði eru víða í ákveðinni vá og eins voru tvö mjög áhugaverði listar eða skjöl dregin fram af IUCN þarna á þinginu sem ég vildi nefna, annars verið raun og veru 9 færður rauðlisti yfir tegundir í hættu í heiminum sem var dregin þarna fram sem ekkert allt og skemmtileg lesning hvað marga tegundir varðar og síðan mjög áhugavert fyrirbæri sem IUCN að vinna fram. Eins og margir þekkja hér þá hefur IUCN verið mjög leiðandi í þeirri vinnu til þess að draga fram svona samræmda flokkun og skilgreiningu á einstökum gerðum friðlýstra svæða og þar núna mjög umfangsmikil vinna núna í gangi til þess að reyna að búa til einhvers konar staðal hvað varðar stjórn friðlýstra svæða. Það að segja eitt að búa þau til
teikna einhvern hring og lögformlega friðlýsa, annað síðan hvernig stjórnunin náði á sér síðan stað í áframhaldinu og það sú vinna sem þeir hafa kallað green list og ég held að það sé þá þegar einhver kippa af friðlýstum svæðum komin á þennan græna list og markmiðið þá það að lönd og einstök friðlýst svæði geti þó kefst að því að ná þessum viðmiðum sem að þessi listi myndi draga fram. En þetta langur listi, ég tók þetta bara svona sem dæmi mál sem að voru sem sagt formlega svona lanserað þarna á þinginu. Nú þarna voru fjöldamörg umfjöllunarefni og niðurstöður og þetta einmitt mynd tekin á nafna mínu Jóni Hutton þegar var verið að kynna útgáfuna þessari Protected Planet skýrslu. Bara aðeins til þess að draga fram svona mjög grófa mynd af þróun sem auðvitað hafði heilmikil áhrif á umræðuna þarna. Græna línan sýnir flatarmál friðlistarsvæða í heiminum og hún upp á við, ekki satt? Þannig að þessi græna lína, hún sýnir það að heildar flatarmál friðlistarsvæða í heiminum hefur verið að aukast býsna hratt ef við lítum núna til dæmis bara til síðustliðna 20 ára. Bláa línan, hún sýnir flatarmál friðlistarsvæða í hafinu. Og þið sjáu að sú tala er miklu lægri heldur en svæðana á þurrlendi. Þó eru hafsvæði, það ekki rétt muni hjá mér ef við erum að tala stóru myndina, 70% af flatarmáli heimsins meðan þurrlendi 30%. Þannig að hlutfallslega náttúrulega þetta margfalt hærra hvað var það grænu línuna. Og svo kannski þetta líka pínlítið interessant og ég kem betur að því á eftir hvernig ákveðin þróun hefur líka verið í raun og veru samhliða því að þetta flatarmál að aukast og umfang að aukast að þá hefur líka fókusinn þróast frá kannski upphafsárum þess þegar að friðlýst svæði höfðu meiri fókus kannski á einstakar tegundir eða fallega staði yfir í að það inkorporerast í viðfangsefni friðlýstu svæðana, auðvitað málefni ferðaþjónustunnar, líffræðilegs fjölbreytileika, alls konar félagsleg áhrif og svo kannski núna seinast þessi víðari sýn á þessa, sem nú alltaf svolítið tungubrjótur að tala þessa vistkerfa þjónustu eða sem á ensku kölluð ecosystem services og ég ætla aðeins að nefna betur í áframhaldinu. Þannig að það hefur líka svona samtímis þessari aukningu á flatarmáli vigtað miklu þyngra inn í alla umfjöllun friðlýstu svæðin og við þekkjum það líka hér ágætlega og ég kem betur á því á eftir. Aðeins varandi svona tölulega niðurstöður þá í fyrsta lagi varandi þessa skýrslu Protected Planet sem var hérna kynnt. Þessi Aichi viðmið sem ég nefndi við ykkur áðan eru þannig að það lagt upp með að 17% þurrlendis verði fellt undir einhvers konar friðlýsingarform fyrir árið 2020, 10% hafsvæða. Nú, og þegar ég segi nú, það þá síðstlið haust, eru það bil 15,4% alls þurrlendis og vatnajarða friðlýst og 8,4% hafsvæða innan efnahagslögsögu. Þannig að svona bottom line þarna með þetta sé stöðutaka á framgangi þessa markmiðs fram til 2020 það að eru mjög mikla líkur á því að það viðmið náist. Það svona var svolítið rauður þráður í gegnum þetta. Hvað varðar hafsvæði utan efnahagslögsögu, þar auðvitað villta vestrið eins og þið þekkið. Það engin bein regulering í raun og veru sem á sér stað þegar kemur út fyrir þessa efnahagslögsögu einstaklega þjóðríkja og náttúrulega þá líka búið að vera óljóst hver ætti að hafa það umboð ef til þess kæmi einhver vildi framkvæma þar friðlýsingu og í hópi margra sérstaklega þróunarríkja hefur verið mikill ótti gagnvart því að stór efnahagslega sterk ríki muni hugsanlega vilja gera eitthvað slíkt og þannig í raun og veru vera þá að sölsa þessi svæði einhvern veginn undir sig sem enn óljóst hver eigi að fara með. En síðan þetta fór fram og það nú bara reyndar alveg splunkunýtt, það bara frá því í síðustu viku að þá var sem betur fer vil ég segja ákveðið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að leggja upp í samningaviðræður málefni lífríkis úthafanna og ég veit að það var að leggja fyrir tillögu fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í haust að þær viðræður hefjist og vonandi leiði til einhvers konar niðurstöðu og jafnvel samnings á að ég held 2 eða 3 árum. Þannig að þessar tölur eru mjög mikilvægt að skilja en þetta náttúrulega meðaltalstölur fyrir öll lönd í heiminum. Þetta segir auðvitað ekkert til það hvernig hverju einu einstöku landi gengur til þess að ná fram þessu markmiði. Og svo líka sem kemur náttúrulega mjög skýrt fram í þessari skýrslu er auðvitað meginatriði líka að það er ekki sama magn og gæði.
Það ekki sama hvað það sem búið að friðlýsa og auðvitað það mjög víða þannig að þau svæði sem að ríki friðlýsa eru svæði, jaðarsvæði, svæði hátt í fjöllum, svæði nærri fyrir utan svona þessi, við getum sagt, próduktífu svæði. Þannig ég kem aðeins betur á því og eftir. Þannig við höfum ekki alveg tapa okkur í því og það var svona dálítil umræða þarna líka eru svona töluleg markmið kannski bara nógu gagnleg sem slík. Sem sagt, ef það næst þessi 17% viðmið þá bara ást og hamingja eða skiljið þarf ekki málin einhvern veginn, þurfa málin ekki einhvern veginn að skoðast dýpra. Þannig að vildi nefna það í kringum þessu umræðum þessu tölulegu viðmið og það tengist kannski því sem eru svona nokkrar af þessum punktum sem ég ætlaði svo að rekja mig aðeins í gegnum hérna sem við getum sagt að hafa verið svona dálítið þung umræðu þarna og í fyrsta lagi þá þetta sem ég var enda við að nefna með magn versus gæði að heildarflatarmál friðlýstra svæða hefur verið að aukast og meira að segja á þinginu voru nokkur ríki sem að komu og tilkynntu mjög umfangsmikil friðlýsingar áform, til dæmis eins og Rússar og þegar verið að tala flatarmál friðlýstra svæða í litlu landi versus stærsta landi í heiminum eins og Rússlandi, þá náttúrulega bara eitt slíkt ríki getur náttúrulega haft gríðarlega áhrif á þessa tölu á heimsvísu. Og þá að dregið mjög skýrt fram að þó að þetta flatarmál sé að verða þetta umfangi, þá skortir enn mjög verulega á að þau nái yfir þau vistkerfi og tegundir sem raunverulega þarfnast verndar. Og í svona þessari stóru mynd að þá voru kannski 2 megin búsvæði dregin fram sem að ekki hefur náðst fullnægjandi yfirsýn yfir og annars vegar voru það málefni hafsins í dálítið víðu samhengi og svo graslendi, sléttur. Það nú grasafræðingar hér sem þekkja það betur heldur en ég, að það eru svæði í heiminum við þar sem að henta mjög vel að leggja undir intensíva landbúnað og mikið af slíkum svæðum hafa ekki og eru alls ekki fullnægjandi representeruð inn í þessu netverki friðlýstra svæði ef að lítið á svona heiminn allan í heild. En maður skoðar þessa mjög stóru mynd Svo þetta staðan líka enn önnur þegar að málin eru skoðuð meiri í dítil og það þetta enn akút þörf víða. Það eru sérstaklega ýmsar dýrategundir sem eru náttúrulega bara í akút hættu sem að kalla á að þessi brugðist miklu harkalega við. Og mjög mikil umræða á þessu þingi friðsvæði í hafinu og svona hvernig þeim málum gæti miðað betur áfram. Og það pínu blöff ef ég má nota það orð þó það sé ekki fallegt þetta heildarflatarmál friðlýstra svæði í hafinu. Því mikið af því eru til dæmis leifaragamall heimsmynd. Frakkar eiga ennþá fullt af eyjum, til dæmis í Kyrrahafinu, sem eru arfleifð frá því þegar þeir voru eða litu á sig sem einhvers konar heimsveldi, þar sem jafnvel enginn býr. Mikið af þeim svæðum, þeir hafa verið að friðlýsa svæði í kringum þessar eyjar sem eru þarna vítt og breitt í Kyrrahafinu, þannig að þannig verður til svona dálítið stór tala, þannig að það er birtingarform þessara hluta hvað varðar hafið mjög ólík því sem á þurralandinu. Og það tengist okkur hér á Íslandi bara heilmikið og var einmitt töluvert svona við að því spurð og umræðinu þennan mikla fókus sem hefur verið í gegnum tíðina í sambandi við friðlýsvæði á lífríkið, að hvað með jarðminjarnar og hvernig eigi að vinna með það og það greinilega heilmikið gap í svona þekkingu varðandi það og varðandi það hvernig þær geti fallið betur af þessum flokkum friðlýstra svæða og annarra slíkra hluta. Þannig að það er mikil umfjöllun þetta og mikil umfjöllun þarna úr miklu að móða svona í niðurstöðum þingsins þetta, hvernig megi vinna betur skilgreiningar á því hvað vert að vernda, hvernig á að nálgast það og svo víðri og hvaða vísindalegu þekkingu þurfum við að hafa aðgengilega til þess að geta náð þessum markmiðum. Annar áherslupunktur sem ég vildi nefna sem tengist það eins þessu línuriti eða þarna myndinni sem sýndi ykkur áðan, það er miklu víðari sýn á hlutverk friðlýstra svæða. Frá því að vera viðfangsefni pínlítil svæði, örfá þar sem nokkrir hefðu einhvers konar aðkoma ef það búið að fella 15 alls þurrlendis lands undir þessi svæði, undir þetta fyrirkomulag, þá kallar það nýjar nálganir og aðkomu miklu fleiri. Og það mjög miðlæg þessi umræða og reyndar kemur kannski bara í ljós líka ýmsum greiningum sem búið að vinna núna
að þegar farið að reyna að fá betri skilning á þessari þjónustu vistkerfa, eins og í kringum vatn, eins og í kringum jarðveg, eins og í kringum áhrif og loftslagsbreytingar, þá eru þessi friðlýstu svæði auðvitað miðlæg í veitingu slíkrar þjónustu. Og fyllri skilningur á henni svona eitt af þessu stóra sem var þarna mikið í umræðunni líka, sem að þyrfti kannski líka að koma betur inn í umræðunum það hvaða svæði eru tekin undir svona vernd og hvaða svæði ekki. Þannig að í þetta var mikil umfjöllun og svo aftur á svona þingi líka mikill fókus auðvitað í þessu hnattræna samhengi á svæði í þróunríkjunum þar sem að friðlýst svæði eru gjarnan uppspretta einhvers konar auðlinda sem ég nota hér fyrir sjálfsþurftarsamfélagið. Það getur verið aðgangur að beit, það getur verið eldiviður, það getur verið aðgangur að vatni, lækningajurtum og svo víðar og svo víðari. Og þá hefur það víða það sem mikið hefur verið gengið á náttúrugæði, þá jafnvel þessi friðlýstu svæði sem eftir standa oft orðnar einu uppsprettur ýmissa slíkra gæða sem skipta lokalt gífurlegu máli. Og svo í raun og veru í þessu víða hlutverki það mál með ferðaþjónustuna sem var mjög rauður þráður hann í líki umræðinu og er augljóslega ekkert sértækt fyrir okkur hér á Íslandi. Ferðaþjónusta sem atvinnugrein og glóbal mælikvarða að aukast og friðlýst svæði meira og minna alls staðar í heiminum eru gríðarlegu segull fyrir þennan atvinnuveg. Og mikil umræða þarna það hvernig hægt að stilla saman strengi þannig að þetta geti vigtað saman á jákvæðan en ekki neikvæðan hátt. Þriðja tema sem ég vildi nefna við ykkur sem var líka mikið þarna í umræðunni, það var þróun á stjórnkerfum. Ef að 15 landsins að verða alls þurrlendis feldur undir þjóðgarð og friðlýst svæði, þá kallar það á hugsanlega fjölbreytilegri lausnir í stjórnkerfum og það kallar á hugsanlega aðkomu fleiri. Og svona eins og reyndar var nú kannski sagt þarna, hefði mörgum verið afgreitt fyrir áratug að þessar gömlu nálganir í stjórnum friðlýstra svæða top down, þar sem að svona myndlíkingin virkisnálgun hefur stundum verið dregin fram, hún úrelt sem einhvers konar blueprint sem eigi við allt og öll svæði, heldur þurfi það að vera miklu opnari nálgun og mikil umræðum það hvernig svona stjórnkerfi geta þá haft bæði meiri tengingu og aðkomu við nærsamfélagið heima fyrir með þó því megin markmiði að svæðinu auðvitað uppfylli þau verndarmarkmið sem að liggja þar undir. En ákveðin fjölbreytileiki í stjórnkerfum skipti miklu máli og ef að hlutverk svæðana á líka að vera beyond náttúruverndarsjónarmið en að nálgast bæði félagsleg og efnahagsleg sjónarmið þá þurfi líka á einhvern nátt að geta haft sveigjanleika í stjórnkerfum til þess að vinna með það. Fjármögnun, líka mikið umfjöllunarefni þarna og svona rauður þráður mjög víða staðan ennþá svo að friðlýst svæði og rekstur þeirra undirfjármagnaður. Mikil umræða þarna einmitt samspilið við ferðaþjónustuna. En svo líka, og það tengist þessari þjónustu vistkerfana, að friðlýst svæði eru ekki lengur einhvers konar svona hagræn svarthol í landslaginu. Þau eru það bara alls ekki, það bara úrelt hugmyndafræði. Þau eru orðin víða í dreifbýli, orðin bara megin segull alls konar efnahagsstarfsemi sem getur verið orðin algjörlega krúsíal fyrir jafnvel hagkerfi heilla ríkja eða allavega ákveðina svæða. Þannig að það auðvitað megin svona, hefur menn geta dregið fram einhvers konar straumhverfi í þessari umræðu sem var mjög mikið dregið þarna fram. Að þetta skilningur sem þarf að komast miklu ríkar fram. Að viðfangsefni þessara svæða ekki lengur einhvern jaðar fyrirbæri einhvers þröngshóps áhugamanna heldur orðin miðlægi í hagkerfum heilu þjóðríkjanna. Nýsjálendingar voru til þess að með heilmikinn presens og voru mjög mikið að draga þetta fram þar sem að landbúnaður nú stór og mikill og umfangsmikil. Hversu mikilvæg þessi friðlýstu svæði væru efnahagslega fyrir þá. Þannig að þetta svona einn af þessum punktum sem ég vildi draga fram. Nú, við höfum engan tíma til þess að kafa inn í þetta, ég set þetta bara svona á myndina til að hafa með að ég nefndi við ykkur áðan að það voru 8 þemu sem voru valin, sem var svo unnið með í gegnum þingið allt og þau voru kölluð straumar sem gengu þarna í gegn
Og sko fyrsti punkturinn þar var það og bara svo þetta sé nefnt að bakvið ef við farið inn á heimasíðu IUCN eða heimasíðu þingsins þá hægt að fletta upp alveg óhemju mikilli vinnu sem liggur fyrir núna bakvið hvern og einn punkt. Fyrsti punkturinn það hvernig hægt að nálgast þessi náttúruverndarmarkmið. Hvað þarf til þess að komast áfram og þá hvernig hægt að margt þar. Hvernig eru þjóðgarður og friðlýst í samhengi loftslagsbreytinganna, hvernig skiljum við það samhengi, hvernig geta þau haft hlutverk þegar að ræða lýðheilsu og almenna velferð, það tengist líka punkti 4, hvernig hægt að mæta þessum þróunarmarkmiðum, hvernig hægt að vinna betur með stjórnkerfin, hvernig hægt að tryggja aðkomu frumbyggja þar sem að þau sjónarmið eiga við og síðan hvernig geta í raun og veru málefni þjóðgarða og friðlýstra svæða legið saman með nýjum kynslóðum inn í framtíðina. Þannig að þetta eru punktar sem að voru þarna sem sagt dregnir fram. Nú það styttist ást í að fer að fá spjaldið frá dómaranum og því ekki að deila við hann. Það eru ótal margt af þessu sem ég er búinn að rekja hér í þessar stuttu tölur sem tengist beint því sem við erum að fást við hér á Íslandi. Algjörlega. Þessi svæði, þessi málefni eru auðvitað gríðarlega mikilvæg á Íslandi. Við höfum þá þegar friðlýst einhvers staðar á stærðargráðunni ég með töluna kannski nákvæmar en hún svona síg í 20% af flatarmáli landsins. Og það ýmis fleiri svæði í vinnslu. Þannig að þetta eru stór viðfangsefni, ótal mörg af þeim viðfangsefnum sem að við erum að glíma við hér á engan hátt sértæk fyrir okkur. Og ýmsar það lausnir sem við höfum verið að leita leiða eiga líka fullt erindi út í hinn stóra heim líka. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að hafa það í huga. Við höfum á hellingammiðla, varðandi þekkingu og reynslu sem erum búin að vera með þessi mál í fanginu núna í býsna langan tíma en þurfum auðvitað mjög margt að læra af öðrum. Það er auðvitað alveg augljóst líka sko, það sem að er afar mörg að taka. Bara hafa þessu síðustu mynd og svo endilega að við notum tímann til klukkan 4 að spyrja og spjalla. Næsta þing voru haldið í Rússlandi eftir 10 ár. Þannig ef einhver er klár þá, Rússar voru með alveg feikilegan presens á þinginu og voru greinilega að reyna að sína það að þeir hefðu mikinn áhuga á þessu, þannig að það sem sagt liggur núna fyrir að næsta þing á vegum IUCN verður haldið þá eftir 10 ár í Rússlandi, þar sem að verður þá áhugavert að sjá með hvað efni verður unnið. Já, svo mörg voru þú orð. Takk. Við þakkum Jóni Geir kærlega fyrir þennan ágæta og skemmtilega fyrirlestur þetta heimsþing. Nú bjóðum við upp á almennar umræður, fyrirspurnir, athugasemdir, annað. Hver að fara ríða á vaðið? Og ég segi þetta spurningu. Já, kemur svo vel. Þarf að nokkuð passa til þess að fara á svona þjóðgarða? Sko, fjármögnunin auðvitað víða allum sem í Bandaríkjunum eru þjóðgarðapassar. Og víða í til dæmis þróunríkjum selt inn í þjóðgarða. Þannig að það þekkist í einhverjum tilvikum að það sé sem sagt tekið eitthvað gjald inn í þjóðgarð og friðlýstsvæði. Ég held að það sé alveg óþekkt í Norður-Evrópu og í slíkum hagkerfum sko. Þetta sé ekki Bandaríkjunum heldur. Já, Jón, ég byrjaði að þakka þér kærlega fyrir þetta yfirgripsmikla erindi sem að sýna okkur hvað gerðist þarna í Ástralíu. En mér langaði aðeins að spyrja þig út í þetta sem alveg rétt að það ekki magn svæðanna heldur gæði sem skipta máli og það þurfum við að hafa í huga til hvers að verða að friðlýsa. Og megin markmiðið í svona aðalatriðum eins og framkom hjá þér, það að vernda sem sagt tegundirnar, búsæði þeirra og síðan vistkerfis þjónustuna sem að þá að vernda jarðveg, vatn og allt það. Síðan á Ríó-ráðstefnu 1992 þá hefur farið fram gríðarlega mikil vinna við að finna aðferðir til þess að ná þessum markmiðum.
Og þau lönd sem eru komin lengst í því eru Evrópuríkin með sín stóru net friðlýstra svæða og þá ég að tala Pan-European Ecological Network, Emerald Network sem tekur til 55 ríkja í Evrópu og Norður-Afríku og svo inn í því síðan Natura 2000 Evrópusambandsins og þar unnið skipulega með þetta hugtak sem við kallum vistgerð eða habitat type eða habitat og það það sem við höfum verið að þreifa okkur áfram en með því verið að reyna að vinna skipulega að ná því að vernda þess með vernda þurfi í öllum þessum ríkjum. Var ekki neinn kynning á þessari aðferðafræði og þessum árangri sem Evrópuríkin hafa náð. Það mjög góð punktur. Sko, Evrópusambandið var með mjög mikinn presens þarna og ég nefndi hérna áðan að það voru svona það sem var kallað paviljóns eða svona fastir staðir þar sem að voru temur sem gengur gegnum allt þingið og eitt af þeim var Evrópusambandið með sín direktíf, með sína aðferðafræði og með sína framsetningu og nálgun. Þannig að það var heilmikil umfjöllun það í raun og veru sko. Og Emerald líka? Já sko það var reyndar minna því það auðvitað ekki Evrópusambandið sjálft sko. Það var í raun og veru, já, þannig að það var Evrópusambandið sko sem var í raun og veru með þennan megin presens þarna sko. Þannig að önnur svæða samstörf eins og til dæmis sko Evrópuráðsins, það fór minna fyrir því, það voru minni kynningar en stóra þyngdin var á Evrópusambandinu sjálfu sko. Og í raun og veru svona sko tæknilega aðferðafræði sem þar dregin fram sem að ég var í raun og veru ekki var við að kæmi frá öðrum ríkjahópum eða nálgunum. Evrópusambandið virðist vera eins og segir alveg réttilega langt fremst í þessu sko. Það mín tilfinning. Það sama aðferðafræði og í Emerald Network, það nákvæmlega sama. Já. Það sem öll, eða 55 ríki og Rússar meira sem mjög aktífir í það. Já, akkurat. Nákvæmlega. En þetta var mikið þyngdarpunktur í umröðinu, þarna var þetta magnum versus gæði, sko. Það auðveldar að setja töluleg viðmið magn og þá kannski einhver liti vona gæðin fylgir með. En það eins og ég nefndi áðan var líka mjög mikil umræðin það menn mætti ekki tapa sér í magninu sko. Það einhver sem átti eftir að færa sér til bókar. Þá var bókin hér, Eyþór Einarsson. Já, Eyþór Einarsson heiti ég og hef töluvert unnið að þessum málum á ýmsum sviðum, meðal annars var ég í nefndinni þá komin á eftirlaun en tilnefndur af stofnuninni hérna náttúrufræðistofnun sem að vann að rammaáætlun og undirbjó rammaáætlun. Og ég hef tekið þátt í mörgum alþjóðlegum þingum, vísu verið í Ástralíu á þessum slóðum þarna en ekki verið á þingi þar en á Hawaii og Costa Rica á fleiri fjarlægum stöðum og mér hefur fundist að það vera hér á landi mjög vaxandi skilningur á því sem liggur á bakvið að hvaða hagsmunir koma fyrst. Mér finnst hér, og ekki síst meðal sumra þingmanna, þeir verða ennþá á með stóriðju draumana en gleyma því að það samræmist ekki öllu, til dæmis ferðar mjög illa saman við ferðaþjónustuna og ég held að ferðaþjónustan og það landarými sem hún kallar á og það sem hún byggist á það ætti að taka suma ráðamenn ekki síst á þingi og bjóða þeim á námskeið til að bara kynna þeim að hvað þetta mikilvægur hlutur. En ég þakka kærlega fyrir þetta yfirlit og þetta bráðnauðsynlegur hlutur og stærri þáttur í að auka skilning á þessu meðal þjóða heims ef menn vilja halda áfram að búa á þessum nett okkar hérna. Ég þakka kærlega fyrir. Takk fyrir það. Já, Erla Bil heiti ég og hef starfað við friðlýsingar hér í Garðabæ. Mig langar að spyrja þig, Jón Geir, hvað fannst þér að við ættum að læra af þessu öllu þarna? Erum við með réttar áherslur
Nú dettur mér í hug náttúruverndaráætlun sem hefur verið svona plaggið undanfarin ár og kannski ekki lagt áherslur á jarðmyndanir en við náðum nú samt að friðlýsa Búrfell og Hraunin hérna. Svo er náttúruminjaskrá gamla, hún er í einhverju upplausn eða er ekki svona vistuð almennilega virðist vera eða vægi hennar. Nú svo finnst mér Umhverfisstofnun vera óskaplega veik í vinnslu friðlýsingar nýrra svæða. Hvað getur þú komið með nýtt til okkar og hérna breytt eftir þessa reynslu? Já, sko, þetta nú margslungin spurning og ég vil bara endilega forðast sko að svara einhvern veginn já eða nei, sko. Málefni þjóðgarða, friðlýstra svæða eru gríðarlega stórt viðfangsefni hérna hjá okkur og eins og ég nefndi áðan þá var þetta fjöldamörg mál þarna til umræðu sem að okkur tengjast á einn eða annan hátt. Það getur tengst stofnunum, það getur tengst stjórnkerfum, það getur tengst fjármögnun. Þannig að það er svolítið erfitt fyrir mig að pikka úr þessu sem þá þegar búin að nefna eitthvað eitt og segja það sé mikilvægara heldur en annað. Áætlanir sem við eigum eins og náttúruverndaráætlun er einmitt á sínum tíma dregin fram til þess að mæta akkurat þessu að það sé ekki sama magn eða gæði, það sé unnin fram einhvers konar gæðalisti yfir það sem er þessi virði í náttúrunum sé friðlýst. En það er hins vegar líka þannig að við þurfum að vinna umbætur á þessum málum hjá okkur á fjölda mörgum sviðum, sko. Þannig að ég held að við séum kannski bara svona hægt og rólega núna líka að gera okkur betur grein fyrir því hvað við erum komin einhver leyti með í fangið, hvað tækifæri liggja í öllum þessum svæðum sem við erum komin með. Svo eru fjöldamörg önnur svæði sem eru í einhvers konar vinnslu á bæði eins og þú nefnir á náttúruverndaráætlun og svo var nefnt hérna rammaáætlun sem að líka er mekanismi sem að býr þannig hnútuna að svæði eiga hljóta friðlýsingu á einhverjum tíma. Það er í gangi vinna við endurskoðun á lögum lögvernd, þar sem er verið að endurskoðana kaflana framkvæmd friðlýsingana og formið á því. Málefni fjármögnunarinnar, málefni samspilsins við ferðaþjónustuna er að mínum að þetta er ofur mikilvæg. Það er ofur mikilvægt því það er þannig að sá risavaxni atvinnuvegur sem er orðið núna, er mér sagt, stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar, mældur í gjaldeyristekjum. Hann gerir út á svæði miklu leyti. Hvernig er það samspil dregið fram? Þannig að það eru ótal hlutir á sjóndeildarhringnum og það eru þetta óendanlega mikið svirði fyrir einhvern sem er í svona bransa eins og ég að fá möguleikann á því að vera á svona vettvangi til þess að geta sett mig almennilega inn í þessa strauma og stefnu og líka skilið að okkar viðfangsefni er ekkit óunik í sjálfu sér þó við verðum oft pínu sjálfhverf. Þetta er ekkit endilega öðruvísi í umfjöllun einhvers staðar annars staðar og geta þá leita leiða til þess að hugsanlega fá stuðning eða vettvang fyrir samstarfi aðra aðila sem eru þetta fjalla. Þannig að ég kem svolítið af þessu þingi með þá missjón að við þurfum að reyna að setja þessi mál sterkar á dagskrána, þau skipta okkur svo miklu máli. Fleiri með fyrirspurnir, athugasemdir? Má ég segja hérna nokkur orð? Sturla Friðriksson heiti ég. Ég þakka ræðumanni alveg sérstaklega fyrir þetta erindi og þetta erindi sem að mér hefur verið hugkvæmt alla ævina, ég get sagt ævisögu mína hérna, vegna þess að ég var þátttakandi í félagsskap sem hét World Fund for Nature og það var friðlýsing náttúruverndar og verndra svæða og það var ekki nóg það sko að það væru svæði sem væru friðlýst heldur voru það líka dýrin á svæðinu og það var einhverjum dýrin á svæðinu sem að þurfti að varðveita frá útrýmingarhættu og með því mótið þurfti líka að varðveita umhverfið þeirra og það má minnast þess að maður að nafni Peter Scott sem var frægur Englendingur, hann kom hingað til Íslands 1961, hann fór að hugsa þessa hluti 1946 og stofnaði þá
varðveitingar félag í Englandi sem að friðaði svæði einhver fyrir fugla. Hann var mikill listamaður, málari og fjölfróður og hann kemur til Íslands vegna þess að hann heyrir það að það eigi að fara að virkja í Þjórsá og þá kemur hann upp til þess að skoða Þjórsárver og svæði heiðargæsarinnar og hann kemur því fyrir á Íslenska þinginu að það þurfi að varðveita Þjórsárver. Þetta fyrsta skipti sem að fólk á Íslandi heyri talað svoleiðis hluti. Ég ætla ekkert að hafa þessi orð lengur en ég ferðaðist með Peter Scott til Suðurskautslandsins og allan heim í mörg ár og við fórum til alveg furðulegra svæða. Ég skrifaði það bókina Heimshorn og flakk, furðulegra svæða í heiminum þar sem að þurfti að varðveita útrýmingarhættu dýra og svæðin sem að þau byggu við og þarna var þetta flakk á mér við fórum þannig til Galapagos eyja og þar var þessi merkilegi maður að hann var að mála myndir í sjónum með blýanti og kafaði þar. En hann áskilið þakkir fyrir að vera fyrstur til þess að varðveita svæðið og þakkaði fyrir. Takk sömuleiðis. Já. Þú skatar ekki til að bjóðast til að halda næstu því. Það góð punktur, já. Það kom nú eiginlega mjög óvart, já. Það hérna... Já, þeim dugar kannski bara fótboltinn og handboltinn og... Já, nákvæmlega. Og loftslags aldaríkjaþingið fyrir 2 árum, sko. Ég held að HM í náttúrulega. Já. Fleiri athugasemdir, fyrirspurnir, innlegg af einhverju tagi, enginn að brenna inni með einhverja hugsun. Svo ekki, þá þökkum við Jóni Geir kærlega fyrir komuna á þetta fróðlega erindi. Takk.